Herru, ég segi þá 42. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan, en fundurinn haldinn á Sauðárkróki að Sæmundargötu 7a miðvikudaginn 15. október 2025. Jafnframt býð ég sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins sem allir eru mættir nema Hrund Pétursdóttir, en í hennar stað Sigurður Bjarni Rafnsson og svo vantar Jóhönnu Ey Harðardóttir og í hennar stað Eyþór Fannar Sveinsson. Einnig býð ég velkomna sveitarstjóran Sigfús Inga Sigfússon og svo fundar ritarann sem Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Það beiðni að við tökum fyrir eitt mál sem ekki var á dagskránni þegar hún var send út, og það mál sem var á dagskrá byggðaráðs hér fyrir í dag og þjónustustefna Skagafjarðar 2026. Þetta snýst að samþykkja hana út í auglýsingu. Að íbúa skoða hana og gefa athugasemdir og þá samþykkjum hana hérna út í dag með þeim breytingum sem voru með ávorðnum breytingum frá byggðaráðinu. Þið sammálið að taka hann inn á dagskrá? Það samþykkt. Þá þetta 52 mál á dagskránni og við byrjum á fundargerð byggðaráðs sem frá 17. september og það var fundur númer 162 og það voru 9 mál á dagskránni. Fyrsta málið það var kynning frá verkefnastjóra farsældar. Annað málið það var úr samráðsgátt áformum breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks og aukinnar skilvirkni eftirlits með hollustuháttum, mengunarvörnum og matvælum. Þriðja málið var beiðni fund. Fjórða mál það voru störf ráðgefandi hóps aðgengismál. Fimmta málið það var styrkbeiðni. Sjötta mál það var áskorun vegna leikskólamála á Sauðárkróki. Sjöunda mál það voru barnvæn samfélög, boðum þáttöku í verkefni. Áttunda málið það var lagt fram til kynningar og byggðaráð gerði bókun. Það var fæðuöryggi á Íslandi, stað og horfur 2025. Og níunda málið það var líka lagt fram til kynningar. Það eru áhrif 16. greinar laga nr. 55 frá 1992. Byggingar eru reistar á svæðum sem fyrirfram vitað eru næm fyrir náttúruhamförum sem eru bótaskyldar hjá NTÍ. Orðið laust þessa fundargerð. Álfhildur gerð svo vel. Já, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, aðeins að koma hérna upp bæði til að ítreka 2 bókanir. Það bókun við 1.4 sem störf ráðgefandi hóps aðgengismál og líka bókun við 1.6 sem áskorun vegna leikskólamála. En mér langaði líka bara að taka smá umræðu þann lið, leikskólamálin. Og mér skilst, ef mínar upplýsingar eru réttar, að núna vanti til dæmis hérna á Sauðárkróki vanti 14 starfsmenn í 12,5 stöðugildi sem hlýtur nú að segja okkur að það vanti ansi mörg pláss líka leið ef við höfum ekki starfsfólk. Og mér langar bara að athuga svona aðeins og fá kannski, ef einhver eru svörin, að spyrja hvað planið að gera í þessu. Það eru 3 ár kannski síðan við fórum í svona svolítið drastiskar aðgerðir vegna svipaðrar krísu á þeim tíma og þær kostuðu og þær líka skiluðu árangri. Og nú erum við í vinnu við fjárhagsgerð og þá kannski gott að velta þessu fyrir sér, hvort að það sé eitthvað sem við þurfum að gera aftur og gera þá ráð fyrir inn í okkar fjárhagsáætlun. Og ég veit að okkar nefndamaður hefur svolítið imprað á þessu innan nefndarinnar, ekki kannski fengið mikil viðbrögð við því, getur sagt. Þannig að ég ætlaði að spyrja á þessu vettvangi. Hvað planið og þurfum við ekki að grípa til einhverja aðgerða vegna þessa? Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið laust. Sveinn, gerði svo vel. Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði með að koma hérna líka undir 1.6. Og þetta svona mjög svipað Álfhildur kom hérna með. Þetta svona svipað vangaveltur sem ég með. Við fengum hérna bréf frá honum Einari Ólafssyni, dagsett 2. september 2025.
og mér langar einmitt bara voðalega mikið að vita. Ég ætlaði nú að spyrja formann hérna fræðslunefndar út í þetta hérna, en það sem hún er ekki, og það er náttúrulega engin í fræðslunefndin nema Sólborg er náttúrulega varamaður í fræðslunefnd, en það verður rosalega gott að annarkot hún eða Sigfús gæti kannski farið rosalega vel yfir þetta. Einmitt, hvernig standa málin nákvæmlega núna bara í leikskólum, ekkert bara hérna á Sauðárkróki, heldur í Varmahlíð og í Hofsósi, og einmitt, hvað væri svona planið framundan, eins og Álfhildur kom nú inn og við erum núna í fjárhagsáætlun og gerð, og ég held að við þurfum nefnilega einmitt eitthvað að hugsa þetta svolítið núna, hvernig við getum brugðist við. Þannig ég hlakka til að fá svarið. Takk. Takk fyrir það. Gulli, gerðu svo vel. Já, sveitarstjórnarfulltrúi. Eftir samtal við formann fræðslunefndar að þá skilst mér að það hafi verið og sé verið að óska eftir tölulegum gögnum frá leikskólanum og það sé alveg samstæð það í nefndinni að auðvitað er þetta grafalvarlegt mál sem við erum í og hvernig við leysum það. Ég held að það sé kannski enginn hérna inni og ekki fræðslunefnd akkurat með lausnin á því að það vantar fólk og það er verið að auglýsa eftir fólki en það kom ekki umsóknir. Þannig að en vonandi gefa þessar tölur og það sem að ef við að vinna í leikskólanum fyrir nefndina, vonandi gefa það einhverjar sýn á það hvernig og kort, ekki kort, bara hvernig við leysum þennan vanda. Það er bara vandamáli sem við glímum við, það er bara að leysa þennan mönnuna vanda sem við erum í, húsnæði til staðar og þetta er bara ekki bara fyrir foreldrana heldur auðvitað atvinnulífi líka á Sauðárkróki. Þetta er yfir allt sveitarfélagið. Þannig að við skulum vona að þetta komi í fræðslunefndina núna mjög fljótlega en mér skilst að þessar tölur liggja ekki fyrir nú þegar. Verður þið laust? Sólborg gerðu svo vel. Já, forseti og aðri fundamenn, ég er algjörlega sammála því að þessi staða er bara mjög alvarleg og ég held bara að við þurfum öll, sama hvar við erum stödd í þessu, að reyna að velta við öllum steinum og finna út hvað er það sem er að valda þessu. Hvar liggur meinið? Við erum búin að fara í aðgerðir sem eru búin að kosta, við erum búin að hvetja til náms og alls konar, en það bara virðist ekki virka. Þannig að ég held bara að núna þurfum við bara að snúa bökum saman og velta við steinunum og koma með hugmyndirnar, sama úr hvað flokki er komið eða úr hvað ranni, mér er alveg sama. Og ég vona bara að íbúar sveitarfélagsins trúi því og treysti að við erum öll að gera okkar allra besta, en við getum ekki búið til fólk, ekki allavega sem er tilbúið að vinna á leikskólanum alveg strax. En þú veist, ég held við þurfum líka bara aðeins að opna hugan. Takk fyrir. Takk fyrir það, Álfhildur, gerðu svo vel. Já, takk, kæru sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Ég tek bara undir þetta með Sólborgu. Við þurfum öll að setja hausinn bara í hressilegan bleyti held ég. En þá kannski væri sniðugt að byrja, nú er ég bara að hugsa svona upphátt og reyna að leggja eitthvað mörkum í þann pott, að taka svolítið samtalið við fólki á gólfinu. Og bara taka stöðuna, heyra hvað er að ganga vel, hvað er hægt að gera betur, hvað er slæmt eða svona, hvað gæti, mögulega er eitthvað að trufla þarna. Við stöndum frammi fyrir vanda, að minnstakosti. Og þetta er hægt að gera á margvíslegan hátt. Það er hægt að senda út, ég held að það hafi verið gert reyndar einhvern tíma nafnlausar kannanir til þess að fá kannski eitthvað sem fólk veigra sig við að segja frá í persónu, við erum í litlu samfélagi. Og það er hægt að vera með svona brainstorming vinnustofum með starfsfólkinu og fá fram þar hugmyndir. Þetta er sérfræðingarnir okkar, þetta er fólki sem veit hvernig best að gera þetta og hvernig starfsumhverfi þeirra er sem best og ákjósanlegast. Þannig að ég held að við þurfum til að leysa þetta, þá þurfum við að fara lengra en bara innan okkar raða og nefndarinnar okkar eins frábært fólk og þar er. En ég legg það til að við tökum þetta lengra. Tökum samtalið og nafnlausar kannanir. Takk fyrir. Takk fyrir það.
í tilgum bókum við 1.4 og 1.6 meirihlutin. Sólborg Gersvel. Já, fundarstjóri, það er eitt sem ég ætlaði bara að bæta við sem er líka gott að hafa í huga, að þetta er ekki bara hér. Við erum að berjast við þetta á landsvísu og það eru, þú veist, kannski getum við hort á það sem velgengur og getum tekið það upp hjá okkur. En ég er algjörlega sammála því, ég held við þurfum að ráðast í einhverjar meiri aðgerðir heldur en við höfum verið í. Takk fyrir. Takk fyrir það. Sveinn Gersvel. Forseti, setja sér ágætt og setja stundum fulltrúar. Já, ég held að það sé einmitt gott kannski að hugsa þetta bara allt saman. Og það er eitt sem ég nú svona, það var nú sagt hérna að það vantaði hvað, ég man nú ekki hvort það voru 12 starfsmenn í 14 stöðugildum eða hvort það voru auðvitað, en það breytir nú ekki öllu. En það vantaði þó nokkuð marga í leikskólan. Þá er spurning, væri kannski eitt af ráðunum, bæði fyrir foreldra og kannski til að létta á leikskólan, tímabundi að hækka kannski foreldragreiðsluna eins og kemur nú fram í bréfinu, að ef við náttúrulega ráðum ekki starfsmenn og fáum ekki starfsmenn, nú þá þurfum við náttúrulega ekki að borga þeim laun, það er náttúrulega augljóst mál. Þannig að það kannski spurning hvort að hægt væri að hækka foreldragreiðslunar, það myndi náttúrulega létta undir með mjög mörgum foreldrum og kannski létta álagi líka á leikskólanum. Og ef við skoðum nú þennan lista sem ég er nú ekki búin að sannreina sem hann sendi Einar Ólafsson í bréfinu, þá er við að borga hérna 59.353 krónur, en í sumum sveitafjölum er farið alveg upp í 180.000, 109 í sumum 150. Spurning hvort þetta geti ekki verið kannski hluti af lausninni, fara kannski í þetta tímabundið, þó ég hef nú alveg heyrt að það sé kannski ekki mikið ánægja með að fara í það, en ég held að þetta er með að hugsa þetta aðeins. Það var nú bara svona. En ég er alveg sammála á Sólborgu, það þurfa allir að vera með í þessu. Hvað sem er ég meira eða minni hluta. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið laust. Það er ekki fleiri sem að hafa kveðið sér hljóðs. Þeir sem eru þá samþykkir fundargerðinni gefur merki og hún er samhljóða. Þá förum við í fundargerð byggðaráðs frá 1. október. Fundur nummer 164 og ég gera tillögu minni að lið 5 verði vísað til dagskrárliðar hér aftur síðar á fundinum, og þá erum við með lið 1 sem eru framkvæmdur og viðhald 2025, lið 2 sem er samkomulag við tónlistarkennara, lið 3 sem eru almenningssamgöngur á Sauðárkróki útboð. Vitlausfundur. Þetta var vitlausfundur. Þetta var reyndar ekki vitlausfundur, þetta var bara ekki fundur sem ég átti að fara í næst. Það er næst á dagskráni er fundagerð byggðaráðs frá 24. september, fundur nummer 163. Ég hljóp yfir hann, afsakið. Þar voru 12 mál á dagskráni og engu vísað. Liður 1, það voru barnmenn samfélög, boðum þáttöku í verkefni. Liður 2, það var úttekt á brunavörnum Skagafjarðar. Liður 3, það var beðin fund. Liður 4, það var gjaldskrá og samþykkt gatnagerðargjöld, stofngjald fráveitu, byggingarleyfis og þjónustugjöld 2026. Liður 5, það var fjöldi ríkistarfa. Liður 6, það var úrslitaleikur bikarkeppni neðri deilda karla í knattspyrnu. Liður 7, það var kvöldopnun í aðalgötunni. Og svo var liður 8, það var úr samráðsgáttinni lagt fram til kynningar og byggðaráð gerði bókun breytingar og uppgjörsreglum virðisaukaskatts og fleira. Liður 9, það var líka úr samráðsgáttinni og var lagt fram til kynningar, það var aðgengi að vefsetrum og smáforritum opinbera aðila. Liður 10, það var mál úr samráðsgáttinni og þar gerði byggðaráð bókun sem fjallaði drög að frumvarpi til laga breytingar og ýmsum lögum vegna sameiningar starfsemi skipulagsstofnunar og húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Og svo var það undir lið 11, það var lagt fram til kynningar upplýsingar ársfund í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga 2025 og í lið 12 það var líka lagt fram til kynningar en það var vegna aðalfundar samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum.
orðið er laust þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún er samhljóða. Þá komum við að fundargerðinni sem ég byrjaði á áðan og ég legg þá aftur til að lið 5 verði vísað til sérliðar hér aftar síðar í dagskránni. Og þá er það liður 1, það eru framkvæmdur og viðhald 2025, liður 2, það var samkomulag við tónlistarkennara, liður 3, það voru almenningssamgöngur og Sauðárkróki útboð, liður 4, það var fyrirspurn vegna starfsauglýsingar og liður 6, það var mál og samráðsgáttinni, það var umsagnarbeiðinni, frumvarp til laga stefnur og aðgerðar áætlanir á sviði húsnæðis og skipulagsmála, samgangna og byggðarmál. Og við gerðum bókun, það er að byggðarráðið gerði bókun undir þessum lið. Liður 7, það var umsagnarbeiðinni frá nefndasviði Alþingis, þingsályktunartillaga borgarstefnu og byggðarráð gerði bókun þessa þennan lið. Lið 8, það var úr samráðsgáttinni og lagt fram til kynningar frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum. Og liður 9, það var það Sæmdagötu 15 Brim Guesthouse umsagnarbeiðinni vegna rekstrarleyfis. Orðið er laust þessa fundargerð. Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri. Mögulega er ég með það markmið að koma oftar í pontu hérna núna en sveit, mögulega. En það varðar mál 3.2, samkomulag við tónlistarskóla kennara. Mér langar til að spyrja hvað þetta mál sé statt. Ég tel að þetta hafi ekki farið fyrir Landsrétt því að það ætti þá að hafa orðið nú þegar, eftir því sem ég best veit. En hvar er þetta statt og hversu miklu dráttarvexti ásamt málskostnaði þarf sveitarfélagið að greiða vegna þessa máls? Ef það er hægt að fá upplýsingar það. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið er laust. Sigfús Ingi, gerðu svo vel. Já, forseti, góðir fundamenn, þetta mál er þar statt að það er búið að skrifa undir samkomulag sem sagt lögmenn beggja aðila, tónlistarkennara sjálfur og undirritaður eiga eftir að skrifa undir pappíra, en það er búið að ganga frá þessu þannig að þetta fór ekki fyrir Landsrétt, en svo var svo sem kynnt á þessu byggðarráðsfundi. Varðandi tölurnar, þá þarf ég að finna þær hér. Sko, ég er ekki með þetta sundurliða en tölurnar í heilsinni gagnvart sem sagt umræddu máli og hinum þeim tónlistarkennurunum heildartalan var eitthvað stóra bilinu 28 til 29 milljónir samtals. Ég er ekki með sundurliðina á reiðumundum akkurat núna hvað er í dráttarvexti og málskostnað. Ég skal athuga hvort ég finni það hins vegar. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið laust alveg undir. Takk fyrir það, sveitarstjóri og forseti og sveitarstjórna fólk. Ég er hérna með bókun vegna þessa máls og hef lestur. Það er virkilega dapurlegt hvernig sveitarfélagið Skagafjörður kaus að draga þetta mál sem snýra launagreiðslum til tónlistarskóla kennara á Langinn með þeim afleiðingum að bæturnar sem hafa nú verið greiddar samkvæmt dómi héraðsdóms að mér skilst þar hækkuðu verulega vegna dráttarvaxta. Þegar opinber aðili eins og sveitarfélag ákveður að tefja mál frekar en að leysa það með sanngjörnum hætti er ekki bara verið að valda einstaklingum fjárhagslegu tjóni og andlegu álagi heldur líka verið að sóa almannafé. Þegar sveitarfélagið kýs að verja tíma og fjármunum í að halda upp í málarekstri sem þegar hefur verið úrskurðað í og á endanum reynist svo óréttmætur og tilgangslaus
er verið að senda röng skilaboð bæði til starfsfólks og íbúa. Því mikilvægt að sveitarfélagið endurskoði verklag sitt í slíkum málum og axli ábyrgð strax þegar ljóst að mistök hafa átt sér stað, í stað þess að lengja ferlið og auka þar með kostnað samfélagsins og ganga á sameiginlega sjóði eins og hér hefur verið gert. Í bókun VG og óháðra byggðarráðsfundi í september í fyrra stendur meðal annars eftirfarandi og nú vitna ég til þeirrar bókunar. Samkvæmt þeim dómi sem féll á hendur sveitarfélagsins í héraðsdómi Norðurlands vestra er ljóst að Skagafjörður braut á kjarasamningi tónlistarskólakennara og er skylt að greiða bætur vegna þess. Að áfrýja þeim dómi til Landsréttar er bæði kostnaðarsamt fyrir sveitarfélagið en líka afskaplega sorgleg mannauðsstefna. Ætti sveitarfélagið að sjá sóma sinni í því að gera upp vangreidd gjöld við þau sem ræðir og biðja þau afsökunar á broti á kjarasamningum. Og tilvitnun lýkur. Frá því rúma ári síðan þetta var ritað hafa dráttarvextirnir mallað vegna málsins og mikil óvissa verið lögð á starfsfólk sveitarfélagsins sem sannarlega á afsökunarbeiðni að hálfu meirihluta sveitarstjórnar skilið. Takk fyrir og undir þetta rita ég og Sigurlaug Þórdís. Takk. Takk fyrir það, orðið er laust. Óskaldur fundarhlið, við veitum það. Herru, þá tökum við upp þráðinn þessi frá var horfið og Gulli hefur beðið orðið, gerðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að leggja hérna fram bókun meirihluta. Við lið hvað aftur? 3-2 var það, ekki 2-3, já. 3-2. Herðu, það er svo hljóðandi. Meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks leggur fram eftirfarandi bókun. Viðvarandi ágreiningur hefur verið milli sveitarfélagsins Skagafjarðar annars vegar og kennara við tónlistarskóla Skagafjarðar hins vegar. Varðandi greiðslu fyrir ferðatíma vegna aksturs milli starfsstöðva tónlistarskóla Skagafjarðar á umliðnum árum. Lögmenn málsaðila áttu fundi á síðustu mánuði með það að markmið að kanna hvort mögulegt væri að ná sáttum í málinu án frekari málaferla. Þær viðræður leiddu til þeirra niðurstöðu að mögulegt væri að leysa þann ágreining sem var á milli sveitarfélagsins og tónlistarskólakennara. Í þeirri sátt féllst sveitarfélag á að falla frá áfrýjun málsins til Landsréttar, greiða kennurum ákveðna fjárhæð vegna aksturs þeirra á milli starfsstöðva tónlistarskólans á fyrri árum en samhliða samþykktu kennarar að málið yrði fellt niður án kröfum kostnaðar þeirra hálfu vegna meðferðar málsins fyrir Landsrétti. Lögmaður kennara hefur samhliða fyrir þeirra hönd skrifað undir samkomulag með vísan til greinar 5.4 í kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna félagskennara og stjórnenda í tónlistarskólum hvernig ákvæði greinarinnar varðandi akstur milli starfsstöðva skólan skuli framkvæmt til framtíðar. Í því felst að í upphæfi hvers skólaárs er sveitarfélaginu heimilt að minnka kennsluskyldu kennara og þann tíma sem þeir verja til annarra faglegu starfa til að skapa svigrúm sem þeir þurfa til að komast á milli starfsstöðva skólans án sérstakrar viðbóta greiðslna og innan dagvinnumarka. Fyrir liggur því samkomulag túlkun á því kjarasamningsákvæði sem deilt var og er það fagnaðarefnið að farsæl niðurstaða hafi náðst í máli sem báðir aðilar fella sig við. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið laust. Það er ekki fleiri sem óskar til að taka til máls þessum samþykkir fundargerðinni gefumerki. Hún er samhljóða. Þá erum við komin í fundargerð, það byggðar á Skagafjarðar fundur nr. 165 sem haldið var 9. október og ég geri það tillöguminn að lið 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 verði vísað til dagskrárliðar hér síðar á umræðinni. Þannig að við höfum þá hér lið 4 sem er frágangur á Birkimýli Varmalíð og svo erum við með lið nr. 19 sem var úr samráðsgáttinni, það var frumvarp til lag breytingar á sveitarstjórnarlögum
og byggðaráð gerði bókun undir þessum lið. Liður 20 það var fjárhagsáætlun 2006 málaflokkur 02 félagsþjónusta. Liður 21 það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 05 menningamál. Liður 22 það var fjárhagsáætlun 26 málaflokkur 06 æskulís og íþróttamál. Liður 23 það var fjárhagsáætlun 26 málaflokkur 13 atvinnumál. Liður 24 það var fjárhagsáætlun 26 landbúnaðar og innviðanefnd og liður 25 það var minningadagur fórnarlömb umferðarslysa. Orðið laustum þessum fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls þess sem samþykir afgreiðslu byggðaráðs á fundargerðinni gefur merki hún samþykkt samhliða. Þá það atvinnu, menningar og kynningarnefnd fundi númer 37 sem var haldinn 25. september og það voru 11 mál á dagskránni. Fyrsti liður hafa skýrsla deildarstjóra, annar liður hafa regnbogastígur stétt við skólabyggingar í Skagafirði, þriði liður það var laugardagsopnun, fjórði liður það var gjaldskrá byggðasafns Skagfirðinga fyrir árið 2026, fimmti liður var gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga 2026, sjötti liður það var gjaldskrá héraðsskjalasafns Skagfirðinga 2026 og sjöndi liður var gjaldskrá listasafns Skagfirðinga 2026 og áttundi liður það var menningarstefna sveitarfélaga á Norðurlandi vestra endurskoðun. Lið 9 það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 05 menningamál, lið 10 það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 13 atvinnumál og liður 11 það var félagsheimili Bifröst auglýsing 2025. Orðið laustum þessa fundargerð. Sveit gerði svo vel. Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Langaði nú bara aðeins að koma hérna og tala 5.2. Regnbogastígur og stétt við skólabyggingar í Skagafirði. Það var nú á 25. fundi atvinnu, menningar og kynningarnefnd þann 5. september 2024 var tekin fyrir tillaga sem nefndarmaður okkar lagði þarna fram og ekki veit ég nú annað en að það hafi verið tekið vel í það og átti nú að fara að skoða það. Svo fór hún að spurja aftur eftir því núna, og það nú 1 ár síðan að þetta var, hvernig staðan í dag. Hvort það hafi verið eitthvað gert í þessum. Þá kemur það nú bara pínu í ljós að það hefur nú eitthvað lítið verið gert. Minnst þetta svona allt og oft gert að tekja vel hlutina á að gera eitthvað og svo bara gerst ekki neitt. Hvort það sé meiri hlutina eða minni hlutina við að sakast, það spurning. Það er kannski engan við að sakast, en mér finnst þetta svona hálf sorglega því þetta nú ekki kannski stórt verkefni sem væri nú bara held ég voða gott að fara í. Ég held að við ættum, við vissum að allir hérna inni þessu bara sammála það sko. Og ég eiginlega skil ekki að þetta var tekið jákvætt í þetta í nefndinni 24. Af hverju er ekki búið að fara í það og nú er komið 25 og það er rétt að koma nóvember, október að vera búinn og svo stendur hérna, það er sagt, jú, við höfum að gera það kannski fyrir 15. ágúst 2026 en ég held að það sé nú ekkert eitthvað rosalega stór mál ef það væri bara farið í þetta og kannski væri þetta að fá krakkarnir í skólan til að mála þetta eða gera eitthvað skemmtilegt verkefni í skólan til að fara í þetta. Það þarf ekki endilega að fá einhverja dýra málara og gera þetta allt eftir. En minnst þetta svona eitt af því sem, já, ætti bara að drífa í. Kannski Sigfús bara hafi þetta bak við eyrað, íta á næst þegar hann heldur fund með skólastjórnum. Það væri kannski að hafa þetta bara og fá krakkarna kannski til að gera þetta. Þetta ætti nú ekki að vera mjög flókið. Takk fyrir þetta. Já, síðan orðið, varst þú ekki að biðja orðið? Nei, þetta var ekki sama, ég með Já, alveg vildur gera svo. Já, takk, forseti, sveitarstjórna, fólk og sveitarstjóri. Ég ætla nú bara aðeins að bæta við þetta hjá Sveini, bara gott innlegg, mjög. Af því að við horfum oft upp á hitt stjórnsýslustigið hjá ríkinu vera hægvirt, en við ættum ekki þurfa að vera það. Við ættum að fara aðeins hraðar yfir. En þessi tillaga frá byggðalistanum var nefnilega
Hún kom fram að 24, en ef við förum aftar í söguna, þá kom tillaga fram frá VG óháðum það sama, 2 árum áður langar með að segja, 22, frekar 23, ég man ekki alveg, Sólborg kannski manda með mér, af því að ég man að hún einmitt kom með tillögun að gera þetta fyrir framan skólamannvirkin og það var tekið mjög vel í þetta, en svo átti sér einmitt það ekki stað, það sem hins vegar átti sér stað, þá var að bekkirnir hérna á Sauðárkróki voru málaðir og þá voru einhver félagasamtök fengin í það og ef ég man það rétt, þá fengum við máling og pensla og eitthvað til þess að græja það í kjölfarið á þessari tillögu VG óháðra á þeim tíma. En var nú alltaf svona hugsunin að taka það lengra. Ég verð að segja að þegar maður ferðast landi og kannski hafið þið upplifað þetta sama líka á sumrin og svona, að þegar maður kemur inn á allskyns kjarna eða þéttbýli staði þar sem eru svona málaðir vettvangar einhver staðar, stundum kirkjugarður, stundum kringum skólamannvirki og svona. Maður tekur eftir þessu, þetta lífgar upp á og þetta ekki bara endilega meiningin á baku þetta og stuðningurinn á baku þetta, heldur líka þetta bara skemmtilegt. Og við eigum að gera meira af því sem skemmtilegt, það ekki? Þannig að ég treysti því að þetta fari nú í góðan farveg því að minnihlutin svo sammála þetta. Ég held við séum öll sammála þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Hrefna. Gerðu svo vel. Já, ágættu sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og Baldur. Ég bara tek undir það sem hefur verið sagt hér hjá öllum. Við erum náttúrulega öll sammála þetta. Þetta búið að koma fyrir í ótal nefndum. Við Sólborg sátum einmitt í á sama á sínum tíma þar sem að þetta var tekið fyrir, já og Sveinn líka. Þannig að við erum allavega 3 hér inni sem að bara upphæði kjörtíðanbilsins fengum þetta inn á borð til okkar og vorum í samtali við bara ótal marga hvernig væri nú best að útfæra þetta. Það var talað að mála við skólana, við vorum í samtali við þau á Hofsósi að gera eitthvað þar skemmtilegt og ég held að þetta hafa nú bara strandað á einhver svona vandræðalegu eins og að skaffa málning og pensla, eitthvað svona bara eitthvað smámál. Þannig að ég bara, já það bara þverpólitísk samstaða þetta, allir tilbúnir, íbúarnir tilbúnir og bara gaman að lífga svolítið upp á sveitarfélagið okkar, þannig við bara skulum reyna að sjá til þess að þessu verði ýtt úr. Takk fyrir mig. Takk, Sigfús Ingi. Já, forseti góða sveitarstjórnarmenn, ef maður rekur þetta mál eins og þið kunnið að gera inn á heimasíðunni, þið vítið á málsnúmeri og þá sjáu þið hvernig þetta hefur farið fyrir nefndir. Mér sýnist bara einfallega að þarna hafi átt sér stað mannleg mistök að máli hefur ekki verið hengt því að vísa frá AMK til fræðslunefndar, hefur aldrei verið hengt á nefndina og nefndin hefur aldrei tekið upp. Og þegar svona gerist þá væri óbóðslega gott ef að menn bara fylgdu þessu eftir líka af því að þið hittist vantarlega biðlista fulltrúar og aðrir og ég heyri það fullkomin samhljómur þetta bara þegar menn taka eftir að mál fari ekki fyrir í dagskrá þá hefur greinilega eitthvað klikkað. Ég treysti því að ég get bara gert það hér og nú hengt þetta fyrir fræðslunefnd þar sem þetta sannarlega átti að fara þess að var vísað þangað. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Sigurlaug, þetta skerðu vel. Já, forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri, fulltrúar sveitarstjórnar og starfsmenn. Ég ætla ekki að koma upp og tala regnbogann, þó ég var alveg til í það. Mér langar að taka aðeins fyrir 5.11. Mér langar aðeins bara að svona huglega það smá. Því að þegar nálaðan orðin of sjálfsögð. Það sem sagt komin 20 ár síðan að vinahjón og leikfélagi Sauðárkróks hittust í kaffi og ræddu að fallegri og metnaðarfyllri hugsjón samstarf sín á milli á rekstri Bifrastar og úr varð. Börn þeirra ólust upp á bak við búðaborðin í afgreiðslu og í salnum við æfingar og sýningar, vörðu löngum kvöldum og öllum fríum í Bifröst, foreldrar þeirra máluðu veggi og loft, þrifu, hentu og lagfærðu. Vinahjónin fóru síðan til annarra starfa,
En þegar Sigurbjörn Björnsson og Bára Jónsdóttir stóðu áfram vaktina samfélaginu til heilla og inn í reksturinn kom eldri dóttir þeirra Helga Sigurbjörnsdóttir ásamt manni hennar Hafþóri Helga Hafsteinsinni. Með dugnaði og ástríðu fyrir menningu samfélagsins hafa þau rekið bíó, leikhús og tónleikasal til að efla rými sviðslista, til að skapa tækifæri fyrir íbúa til að njóta menningarlegrar samveru í heimabyggð. Króksbíó er eitt af síðustu bíóhúsum landsbyggðarinnar og hefur við skafferingar notið ágóða þess. Í lok árs rennur samningur sveitarfélagsins við þau út. Eftir allt sitt starf fengu þau tölvupóst sem spurði stuttlega hvort þau höfðu áhuga á framlengingu. Hefði verið faglegt og virðingavert að taka símtal við þau og óska eftir fundi til samráðs þegar rekstrar aðilar til 20 ára afþakka framlengingu samstarfssamnings? Já. Hefði alveg haldið að veri ákjósanlegt verklag. Hefði verið sniðugt að taka símtal og þakkaði með veglegri hætti fyrir sín störf í stað þess að þeir lesi einungis þakkir í bókun fundagerðar nefndarinnar? Já, er það ekki? Ekkert símtal, aðeins tölvupóstur móttekinn og þakkarklausa í fundagerð nefndar. 20 ár er næstum hálf starfsævi. Þau eru mikilvæg. Já, þegar nálaðan er orðin of sjálfsögð er setning sem við ættum kannski aðeins að staldra við og íhuga til að efla verklag þess efnis að fólki okkar finni að þau eru metin að verðleikum og með það í huga óska vafki og óhaf bókað. Með dugnaði þrautseigju, elju og hugsjón hafa Sigurbjörn Björnsson og Bára Jónsdóttir rekstrar aðilar Bifrestar séð til þess að skapa pláss og rými svo menning sviðslista hefur getað lifað, blómstrað og dafnað í samfélaginu í 20 ár. Í seinni tíð ásamt dóttur sinni Helgu og tengda sinni Hafþóri Helga. Bíósýningar hafa að jafnaði verið 3 í viku á nýjustu myndunum og þar að auki 2 leiksýningar á ári frá leikfélagi Sauðárkróks. Leiksýningar allra bekkja Árskóla, leiksýning Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, tónleikahald ásamt ýmsum öðrum viðburðum og öllum þeim æfingum sem fylgja sviðslistum. Fáir dagar ársins líða án þess að Bifröst sé í virkri notkun og þeir dagar sem það gerist hafa gjarnan verið nýttir af ómetanlegu frumkvæði rekstraraðilana til viðhalds og endurbóta á húsnæðinu. Þrátt fyrir að fjármagn sé kannski af skornum skammti frá sveitarfélaginu. Viljum við þið skora á formann AMK eða atvinnu menningar og kynningarnefnd og starfsmenn nefndarinnar ásamt okkur í sveitarstjórn að skapa vettvang þar sem við getum þakka rekstraraðilum Bifrestar af heilum hug og að virðingu fyrir þeirrar óeigingjörnu störf, óþrjótandi eldmóð og ómetanlegt framlag í þágu menningar í Skagafirði. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið er laust. Það er engin smáskat til að takast til máls þessum samþykki fundagerðinni. Nú, fyrirgefur hérna, ég bara... Það er að stíga í pontu. Ekki, bara áskorunum og það voru góð. Herru. Þeir sem samþykkir afgreiðslu atvinnu menningar og kynningarnefndar gefur merki og fundagerðinni samþykkt samhljóða. Þá eru okkur í félagsmála og tómstundarnefnd fundur nr. 38 frá 29. september og það voru 12 mál á dagskránni. Fyrsti liður það var samstarfs- og nýsköpunarstyrki til íslensku náms innflytjenda. Annar liður hafa styrkbeiðni í stigamót, 3. liður hafa gjaldskrá dagdvöld 2026, 4. liður var gjaldskrá iðjuhæfingar 2026, 5. liður hafa greiðslu viðmið jafnaðarstunda NPA-samninga 2026, 7. liður hafa greiðslur vegna þjónustu og stuðningsfjölskyldna 2026, 7. var gjaldskrá heimaþjónustu 2026, 8. var gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026, 9. það voru opnunartímar íþróttamannvirkja 2026
og 10. það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 06 æskulýðs og íþróttamál. 11. liður það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 02 félagsþjónusta og 12. liður það var ritað trúnaðarbók félagsmála og tómstundanefndar 2025. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja fundargerðina eins og hún var afgreidd af félagsmála og tómstundanefnd gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá var það fundur fræðslunefndar nr. 41 frá 29. september og það voru 6 mál á dagskráni. Fyrsti liður það var gjaldskrá leikskóla 2026, annar liður það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 04 fræðslu og uppeldismál. Þriði liður það var áskorun vegna leikskólamála á Sauðárkróki. Í fjórða lið það var lagt fram til kynningar samstarfs- og nýsköpunarstyrki til íslenskunáms innflytjenda. Undir 5. lið það var líka lagt fram til kynningar, það var könnun á öryggi barna í bíl og 7. liður líka lagt fram til kynningar en það voru upplýsingar nemendafjölda 2025-26. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykkja fundargerðina gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá var að fundur landbúnaðar og innviðanefndar nr. 33 frá 18. september og þá voru 10 mál á dagskráni. Fyrsti liður það voru Beitarhól nr. 27 í Efriflóa auglýst til leigu. Liður 2 það voru fjárhagsáætlun fjallskilanefndar 2026. Þriði liður það var girðing á móti Tungulandi. Fjórði liður það var fyrirhuguð niðurfelling vega af vegaskrá. Sigurður Vortis víkur á fundi vegna afgreiðslu liður 8.1 en liður 4 það var fyrirhuguð niðurfelling vega af vegaskrá. 5. liður það var gjaldskrá fráveitu og tæmingu rótþróa 2026. Liður 6 það var gjaldskrá Skagafjarðarhafna 2026. Liður 7 það var gjaldskrá vegna lausagöngu Búfjár 2026 og undir 8. lið það var lagt fram til kynningar, það voru fundargerðir Hafnasambands Íslands og undir lið 9 það var líka lagt fram til kynningar, það voru upplýsingar umhverfisverðlaun Skagafjarðar 2025 og undir lið 10 það var líka lagt fram til kynningar upplýsingar loftslagsdaginn 2025. Við byrjum þá lið 8.1 Beitarhól nr. 27 í Efriflóa. Einhver sem óskar til að taka til máls þann lið. Það ekki þeir sem samþykkir afgreiðslu landbúnaðar og innviðanefndar á þeim lið gefur merki og hann samþykkt 8 atkvæðum. Og þá tökum við fyrir lið 2 til 10 og orðið laust þá liði. Einhver sem óskar til að taka til máls það ekki þeir sem samþykkir afgreiðslu landbúnaðar og innviðanefndar gefur merki og þeir eru samþykktir samhljóða. Þá var það landbúnaðar og innviðanefnd fundur nr. 34 frá 30. september. Það voru 8 mál á dagskráni. Undir lið 1 að það var rekstraryfirlit sorphirðu og síðan voru hinir 7 liðirnir, þeir voru allir lagðir fram til kynningar en það var veiðifélag Unnadalsár aðalfundur 2025, hafnarfundur 2025, fjárfestingar hafna á Íslandi 2025-2040, ársreikningur fyrir árið 2024 frá Skarðshrepp, þetta fjallskiladeildin, fjallskiladeild Hóla og Viðvíkurhrepps ársreikningur 2024 og ársreikningur Hofsafréttar fyrir árið 2024 og undir síðasta liðinu var ársreikningur 2024 fyrir, það var fyrir einhverja fjallskiladeild sem bara ekki hér í textanum hjá mér. Austurfljót. Orðið laustum þess að fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls þeir sem samþykkir afgreiðslu landbúnaðar og innviðanefndar og fundargerðin samþykkt samhljóða. Þá það fundur landbúnaðar og innviðanefndar nr. 35 frá 8. október og það voru 5 mál á dagskráni. Fyrsti liður það var fjárhagsáætlun 2026 fyrir landbúnaðar og innviðanefndina. Gjaldskrá hitaveitu 2026 var liður nr. 2, liður 3 það var gjaldskrá vatnsveitu 2026, liður 4 það var gjaldskrá hunda- og kattahalds 2026 og liður 5 það var gjaldskrá gáma geymslu svæða 2026. Orðið laust þessa fundargerð. Sveinn, nei, fyrirgefið. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu landbúnaðar og innviðanefndar
og fundargerðin er samþykkt samhljóða. Þá er það fundur skipulagsnefndar, það er fundur nummer 83 sem haldinn var 18. september, 10 mál á dagskránni og ég geri það tillögu minni að lið 2, 3, 5 og 7 verði vísað til dagskráliðar hér síðar á dagskránni og við tökum þá hér núna lið 1 sem er borgarflöt 33 umsóknur lóð, lið 4 það er Skagfirðingabraut 45 beiðnum heimild til að stækka svalir, liður 6 það er deiliskipulag gamla bæjarins, lóðar umsókn og beiðni samráð í deiliskipulagsvinnu, liður 8 það er Keta í Hegranesi umsóknum stofnun lóðar, liður 9 það var lagt fram til kynningar en það voru áhrif 16. greina laga nr. 55 frá 1992 ef byggingar eru reistar á svæðum sem fyrirfram er vitað eru næm fyrir náttúruhamförum sem eru bótaskildar hjá NTÍ. Liður 10 það var einnig lagt fram til kynningar en það var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 70. Voruð þið laust þessa fundargerð? Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá var það fundur skipulagsnefndar nr. 84 frá 13. október og ég legg til að við vísum hér til umræðu síðar á fundinum með lið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 og 10, 11, 12 og 13 og tökum þá hina liðina til umfjöllunar hér. Það er þá liðið 9, það er Birkimelur 35, það var lagt fram til kynningar, það var umsóknarbeiðni frá byggingafulltrúa. Síðan er það liður 14, það er Langaborg í Hegranesi Skagafirði umsóknum stofnun byggingareits. Liður 15, það er Birkimelur 25 lóðamál. Liður 16, það er gjaldskrá byggingafulltrúa þjónustu og framkvæmdagjöld 2026. Liður 17, það er fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 09 skipulags- og byggingamál. Liður 18, þar var lagt fram til kynningar ályktun vegna skipulagsmála skógræktar hjá sveitarfélögum. Liður 19, þar var lagt fram til kynningar, það var upplýsingar skipulagsdaginn 2025 og liður 20, þar var lagt fram til kynningar, það var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 71 og undir lið 21 var líka lagður fram til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 72. Orðið laust þessa liði fundargerðarinnar. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykja fundargerðinni gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við að liði nr. 13 sem er ósku tímabundið leyfi frá nefndastörfum í fræðslunefnd. Það liggur fyrir erindi frá Kristóferi Má Marónsyni dagsett 13. október 2025 þar sem hann óskar eftir að framlengja áður veitt leyfi frá störfum sem formað fræðslunefndar til 19. nóvember næstkomandi. Þeir sem samþykja framlengingu og leyfinni gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er lið 14 sem er endur tilnefning í fræðslunefnd og það þarf að tilnefna í fræðslunefnd í stað Kristófers Más Marónssonar á meðan hann er í leyfi og það liggur fyrir tillaga að Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir verði formaður fræðslunefndar og aðra tilnefningar hafa ekki borist þannig að hún skoðast því rétt kjörin. Þá er það liðið 15 og það er gjaldskrá og samþykkt gatnagerðargjöld, stofngjald fráveitu, byggingarleyfis og þjónustugjöld 2026. Þessu er vísað frá fundi byggðarráðs sem var haldinn 1. október og máli var áður búið að vera á dagskrá fundar byggðarráðs þann 24. september en þá voru fylgingjögnin ekki rétt sem voru með því þannig að þurfti að taka það aftur og byggðarráð afgreiddi þetta með þessum hætti. Byggðarráð samþykki samhljóða framlaga gjaldskrá og samþykkir að vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 16, það er viðauki 4 við fjárhagsáætlun 2025 og þessu er vísað frá 165. fundi byggðarráðs sem haldið var 9. október og þá lág fyrir beiðni gerð viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun ársins 2025 og niðurstaðan úr þeim viðauka var hækkun á handbæru fé 99.969 krónur og afgreiðsla byggðarráðs á viðaukanum var
að byggðaráð samþykki samhljóða framlaga viðaukar við fjárhagsáætlun 2025 og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þennan viðauka. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðaráðs gefi merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður nummer 17, það er samstarfsyfirlýsing farsældarráð og þessi vísa frá fundi byggðaráðs frá 9. október. Guðlaugur víkur að fundi undir þessum lið, en það var lagður fram samstarfssamningur svæðisbundi farsældarráð á Norðurlandi vestra og byggðaráð fjallaði hann og afgreiðslan var eftirfarandi. Byggðaráð samþykki samningin samhljóða fyrir sitt leyti og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þennan samstarfssamning. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs og hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er það liður 18, því að segja Gulla komin. Það er gjaldskrá byggðasafns Skagfirðinga fyrir árið 2026 og þessu vísa frá 30. Þetta kemur frá 160.5. fundi byggðaráðs sem var 9. október og það áður var hún til umfjöllunar á 37. fundi atvinnu menningar og kynninganefndar og byggðaráð afgreiddi gjaldskrána þannig að byggðaráð samþykki samhljóða framlaga gjaldskrá og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa gjaldskrá. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki og hún er samhljóða. Þá er að liður 19, það er gjaldskrá héraðsbókasafns, vísa frá fundi byggðaráðs frá 9. október og var þar áður á fundi atvinnu menningar og kynninganefndar 25. september og byggðaráð afgreiddi gjaldskrána þannig byggðaráð samþykki samhljóða framlaga gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 20, það er gjaldskrá héraðsskjalasafns Skagfirðinga, var tekið fyrir á fundi byggðaráðs frá 9. október og þar áður fjallaði hann í atvinnu menningar og kynninganefnd 25. september. Byggðaráð afgreiddi innan með þessum hætti. Byggðaráð samþykki samhljóða framlaga gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslunni gefi merki. Þá er það gjaldskrá listasafns Skagfirðinga og þetta kemur frá fundi byggðaráðs 9. október og var áður til umfjöllunar í atvinnu menningar og kynninganefnd 25. september og byggðaráð samþykkti samhljóða framlaga gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það gjaldskrá dagdvöld 2026 var líka tekið fyrir á fundi byggðaráðs 9. október og var þar áður til umfjöllunar á fundi félagsmál og tómstundanefndar 29. september. Byggðaráð afgreiddana byggðaráð samþykki samhljóða framlaga gjaldskrá og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa gjaldskrá. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki. Þá er að liður 23 á dagskráni. Honum, það er gjaldskrá iðjuhæfingar, vísa frá fundi byggðaráðs 9. október, var þar áður til umfjöllunar á fundi félagsmál og tómstundanefndar 29. september. Byggðaráð samþykti samhljóða framlaga gjaldskrá og vísaði til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa gjaldskrá. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki, hún er samhljóða. Þá er það liður 24 sem eru greiðsluviðmið jafnaðar stunda NPA-samninga og þetta var tekið fyrir á fundi byggðaráðs 9. október og þar áður á fundi félagsmál og tómstundanefndar 29. september og afgreiðsla byggðaráðs var að byggðaráð samþykki samhljóða framlögð greiðslu viðmið og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Þeir sem samþykkir afgreiðslu byggðaráðs gefi merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 25, það er greiðslu vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna 2026, tekið fyrir á fundi byggðaráðs 9. október og þar áður á fundi félagsmál og tómstundanefndar 29. september. Afgreiðsla byggðaráðs var byggðaráð samþykki samhljóða framlögð greiðslu viðmið og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að gjaldskrá heimaþjónustu,
tekin fyrir á fundi byggðarráðs 9. október og þar áður á fundi félags- og tómstundanefndar 29. september. Byggðarráð afgreitt hana þannig: byggðarráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá og vísar til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðarráðs gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 27 sem er gjaldskrá íþróttamannvirkja. Hún var líka tekin fyrir á fundi byggðarráðs 9. október og þar áður á fundi félagsmála og tómstundanefndar 29. september. Byggðarráð samþykti samhljóða framlagða gjaldskrá og vísar til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðarráðs gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að gjaldskrá hitaveitu vegna 2026 vísa frá fundi byggðarráðs 9. október og þar áður tekin fyrir á fundi landbúnaðar og innviðanefndar 8. október. Afgreiðsla byggðarráðs var: byggðarráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðarráðs gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að gjaldskrá vatnsveitu 2026 vísa frá fundi byggðarráðs 9. október. Þar áður tekin fyrir á fundi landbúnaðar og innviðanefndar 8. október og byggðarráð samþykti samhljóða framlagða gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að gjaldskrá hunda- og kattahalds 26 vísa frá fundi byggðarráðs haldinn var 9. október. Þar áður var landbúnaðar og innviðanefnd búin að fjalla hana á fundi 8. október og bókaði byggðarráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá og vísar til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er liður númer 31. Það er gjaldskrá gámageymslusvæða sem var tekin fyrir á fundi byggðarráðs frá 9. október. Þar áður rættum hana á fundi landbúnaðar og innviðanefndar þann 8. október. Byggðarráð samþykti samhljóða framlagða gjaldskrá og vísaði til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður númer 32 á dagskránni en það er sjóvörn á Hofsósi ósk framkvæmdaleyfi og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 18. september en það er Vegagerðin sem óskar eftir framkvæmdaleyfi til sveitarfélagsins Skagafjarðar samkvæmt 13. grein skipulagslaga framkvæmdaleyfi. Framkvæmdin sem sótt leyfi fyrir felur í sig byggingu sjóvarnar á Hofsósi á grundvelli samgöngu áætlunar og það sem er að ræða er 150 metra ný sjóvörn neðan við Suðurbraut en Vegagerðin hefur unnið að útfærslu sjóvarnargarðsins í samráði við sveitarfélagið. Svo er fjallað þetta hér í gögnunum og textanum en bókun skipulagsnefndar var: skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að framkvæmdar leyfis umsókn Vegagerðarinnar dagsett 9.9.2025 verði grenndarkynnt samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að vinna að skilmálum væntanlegs framkvæmdar leyfis svo það verði tilbúið til útgáfu í kjölfar ákvörðunar veitingu þess verði afgreiðsla jákvæð. Nefndin leggur áherslu á að framkvæmdin og fyrirhugaðar efnisflutningar að henni verði í samræmi við stöðu verndarsvæðis í byggð á svæðinu. Aðkoma hafnarstjórnar að verkefninu skal einnig tryggð. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það Grjótá á Öxdalsheiði, það er umsókn framkvæmdaleyfi og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 18. september en það er Vegagerðin sem sækir framkvæmdaleyfi til sveitarfélagsins vegna efnistöku úr áreyrum Grjótár og Öxdalsheiði samkvæmt 13. grein skipulagslaga. Efnið verður notað til þess að lagfæra fláa á hringvegi Öxdalsheiði og skipulagsnefnd samþykti samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að veita beðið framkvæmdaleyfi. Orðið er laust þess afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða.
Þá er að liði nummer 34, það er borgarflöt 23, 25, 27 og 29, það er beiðni þróunarreit og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldin var 18. september. Máli var áður á dagskrá á fundi skipulagsnefndar sem var 4. september síðastliðin og það er verið að sækja að breyta þessu lóðum í þróunarreit og afgreiðsla skipulagsnefndar var skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að veita vilyrði samkvæmt 8. grein úthlutunarreglna sveitarfélagsins fyrir umbeðið svæði til 1 árs og skal umsækjandi innan þess tíma láta vinna deiliskipulag samkvæmt 2. málsgrein 38. grein laga nr. 123 frá 2010 fyrir svæðið á eigin kostnað að höfðu samráði við sveitarstjórn skipulagsnefnd. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það Hólagerði, það er umsókn byggingarheimild eða leyfi og þessu vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldin var 18. september og máli var áður að dagskrá á fundi byggðaráðs og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsfulltrúi leggur fram bréf félags- og húsnæðismála ráðuneytisins til sveitarfélagsins dagsett 16.9.2025 en samkvæmt því hefur ráðuneyti á grundvelli 13. málsgreinar 45. greinar skipulagslaga veitt undanþágu frá fjarlægða reglu D-liðar 5.2.35 greinar skipulagsreglugerðarinnar fyrir byggingarreit viðbyggingar við íbúðarhúsið að Hólagerði í 33 metra fjarlægð frá Merkigarðsvegi. Með vísan til þessa bréfs og til þess að fyrirhuguð framkvæmd er að mati nefndarinnar í samræmi við landnotkun byggðarmynstur og þéttleika byggðar samþykki skipulagsnefnd samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að hún ákveði að veita megi byggingarleyfi á grundvelli fyrirliggjandi byggingarleyfis umsóknar og annarra innsendra gagna til að byggja við húsið að Hólagerði án deiliskipulagsgerðar. Það skilyrði verði sett í byggingarleyfið að byggingarreitur viðbyggingarinnar verði ekki nær umræddum vegi en núverandi hús og að gætt verði þess skilyrði félags- og húsnæðismála ráðuneytisins fyrir undanþágunni að byggingarreitun verði í að minnsta kosti 33 metra fjarlægð frá honum. Skipulagsnefnd telur rétt að falla frá grenndarkynningu vegna framkvæmdarinnar þar sem hún varði ekki hagsmuni annara en sveitarfélagsins og eða umsækjenda samanber niðurlags ákvæði 3. málsgreinar 44. greinar skipulagslaga. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður nummer 36 á dagskránni og honum er vísað frá 84. fundi skipulagsnefndar sem að haldin var 13. október síðastliðinn og þar var verið að fjalla aðalskipulag Skagafjarðar 2025-2040 ásamt umhverfisskýrslu og með vísan til 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samþykki skipulagsnefnd samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að hún samþykki aðalskipulag Skagafjarðar 2025-2040. Við ákvörðun nefndarinnar hefur meðal annars verið litið til forsenda skipulagsins, skipulagslaga og laga umhverfismat. Skipulagsnefnd samþykki jafnframt þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögnum og athugasemdum og felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn ábendingar á kynningartíma. Til bókunarinnar fylgja greinagerð með skipulagi, uppdrættir aðalskipulags, umhverfismatsskýrsla, umsagnir og athugasemdir sem bárust, svör og viðbrögð umsögnum og athugasemdum. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar á aðalskipulagi Skagafjarðar fyrir árið 2025-2040. Sigfús, gerðu svo vel.
Já, forseti, góðu sett svona fulltrúar, ég veit ekki hvort þið átti ykkur á hvað þetta skiptir miklu máli, að við erum nú í fyrsta skipti komið með aðalskipulag fyrir Skagafjörð allan til 2040. Þetta er grundvallarplagg náttúrulega í bara stefnumótun allra sveitarfélaga og mikil vinna að baki. Þannig að ég bara fagna þess og þakka ykkur fyrir góða vinnu á fyrri stigum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Það eru ekki fleiri sem að óska til að taka til máls. En ég ætla að fá að taka aðeins til máls. Með leyfi varaforseta. Ég vil bara líka óska sveitarfélaginu Skagafirði til hamingju með nýtt aðskipulag fyrir sameinaðan Skagafjörð, Akrahrepp og Skagafjörð. Þetta er kannski síðasta skrefið sem var í þessu sameiningaferli pluss allar þær uppfærslur og breytingar sem verði í þessu nýja aðskipulagi. Og þær eru kannski fleiri held ég en margan grunar, en meðal annars erum við þarna búin að staðfesta legu blöndulínu 3 í gegnum Skagafjörð á aðalskipulagi og það er bara mikill áfangi. Og ég segi bara að það er í eins mikilli sátt og hægt er í því máli. Og það eru margar aðra breytingar sem að koma þarna inn í þessu aðalskipulagi sem eru til hagsbóta og ég bara fagna því að þetta sé að klárast hér. En ég haldi ekki áfram þá, ef ekki eru fleiri sem að vilja taka til máls að þá ber ég afgreiðslu skipulagsnefndar upp til afgreiðslu og hún er samþykkt samhljóða. Þá eru konar lið númer 37 sem er Faxatorg flæðar deiliskipulag. Það var tekið fyrir 84. fundi skipulagsnefndar 13. október. Þar var farið yfir innsemdar athugasemdir við vinnslutillögu deiliskipulagsins fyrir flæðar og Sauðárkróki sem var í kynningu dagana 18. september 25 til 7.10.25 í skipulagsgáttinni. Það bárust 3 umsagnir á umsagnatímanum og 5 eftir að honum lauk. Afgreiðsla skipulagsnefndar var skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna fyrir flæðar og Sauðárkróki í samræmi með 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Eyþór gerði svo vel. Kæri forseti og fundargestir og ritari. Á síðasta fundi skipulagsnefndar þegar þetta mál var tekið fyrir þá bar ég upp og kannski ágætt að taka fram að ég er í skipulagsnefndinni sem áheyrnarfulltrúi. Ég bar upp áhyggjur af ákveðnu máli í skipulaginu sem að mér þótti ég þurfa að fá aðeins betri svör við og fékk ágætt rökstuðning fyrir því á fundinum. Og ég gerði svo sem ekki meira með það en svo þegar ég fór að skoða þetta eftir fundin þá komst ég að því að þetta var kannski ekki alveg eins og ég hafði séð þetta fyrir mér og ég ætla því að leggja fram bókun hér frá fulltrúum biðlistans. Fulltrúar biðlista telja það varhugavert að byggingareitur fyrir nýtt menningarhús við Faxatorg sé að hluta innan skilgreinds hættusvæðis með tillit til ofanflóða. Eins og framkemur í deiliskipulagstillögu fyrir Faxatorg. Á fundi byggðarráðs nr. 162 og fundi skipulagsnefndar nr. 83 í september síðastliðnum var bréflagt til kynningar frá Náttúruhamfaratryggingum Íslands. Í bréfinu var vakin athygli á 16. grein laga Náttúruhamfaratryggingu Íslands nr. 55/1992 en hún fjallar heimild NTÍ til að lækka bætur eða synja bótakröfum á mannvirki sem skipulögð eru og byggð á fyrirfram þekktum hættusvæðum með tillit til náttúruhamfara. Í bréfinu er áréttað að skipulag byggðar og leyfisveitingar á þekktum hættusvæðum eru á ábyrgð skipulagsvalda, yfirvalda og þeirra sem byggja og reka mannvirki á slíkum svæðum. Í greinargerð með deiliskipulagstillögunni fyrir Faxatorg er stuðst í skýrslu Veðurstofu Íslands frá árinu 2015 ofanflóðahættumat fyrir Sauðárkrók. Í skýrslunni er vitnað í reglugerð nr. 505/2000 sem fjallar hættumat vegna ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða. Í skýrslunni kemur fram að samkvæmt reglugerðinni sé heimilt að byggja innan A-hættusvæðis
á þegar byggðum svæðum án þess að gera sér krafa styrkingu mannvirkja. Hins vegar sé krafið styrkingar á mannvirki sé það byggt á óbyggðum svæðum. Við nánari skoðun fyrrnefndrar reglugerðar og breytingu hennar frá árinu 2017 er ekki hægt að greina þá tilvitnun sem fjallar að styrk kröfur á mannvirki séu engar á áðurbyggðum svæðum. Í reglugerðinni kemur hins vegar fram að samkvæmt 21. grein nýtingu hættusvæða megi mannvirki rísa á hættusvæði A sé það styrkt til að standast kröfur ástreymisþrýsting fyrir slíkt svæði. Í 22. grein sérstaka nýtingu hættusvæða A og B kemur fram að heimilt sé að reisa mannvirki án hvaða fyrrnefndar 21. greinar ef liggi fyrir ákvörðun sveitarstjórnar að varanlegt varnarvirki verði risið innan 5 ára. Í ljósi þess að NTÍ hefur heimild til að synja bótakröfum og með tillit til reglugerðar nýtingu hættusvæða teljum við að ef byggja á mannvirki fyrir menningarminjar innan hættumatslínu A líkt og vinnslu tillaga hönnunarsamkeppni gerir ráð fyrir og deiliskipulags tillagan fyrir Faxatorgurunnin eftir verða að gera grein fyrir mótvægisaðgerðum vegna ofanflóða í deiliskipulaginu. Það er mikilvægt að kostnaður við slíkar aðgerðir komi fram á hönnunarstigi og til að svo verði þarf skipulagið sjálft að gera kröfur aðgerðir. Hönnunarsamkeppni var á sínum tíma krafa ríkisins og því er mikilvægt að gera ríkinu grein fyrir þeim viðbótarkostnaði sem hlýst af aðgerðum gegn ofanflóðum. Með það að markmið að semjum þáttöku þess í kostnaði og lágmarka þannig kostnað sveitarfélagsins. Fulltrúar biðlista ítreka einnig fyrri bókun frá 41. fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar og sitji hjá við afgreiðslu þessa máls. Orðið er laust. Ég ætla að fá fundarlega. Ég fikk fá það. Það er óskum fundarlega og við samþykkjum það. Ok. Ja, góðu sveitarstjórnarfulltrúar, við höldum þá dagskránni áfram og Gulli hefur beðið orðið og svo er Gulli. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri. Herðu, ég kem hér upp og ætla að lesa bókun meirihluta sem er eftirfarandi. Þetta er deiliskipulagið á flæðunum. Meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks vill benda á að ekki eru sérstakar takmarkanir til uppbyggingar mannvirkja á þessu landi en í þessu tilfelli er það einungis hluti varðveislu rýmisins sem lendir innan hættumatslínunar. Samkvæmt skýrslu Veðurstofu Íslands frá árinu 2015 ofanflóða mat fyrir Sauðárkrók kemur fram að innan hættumatslínu A sé heimilt að reisa nýtt íbúðar- og atvinnuhúsnæði án sérstakra styrkinga nema hvað styrkja þar hús þar sem búist er við miklu mannsöfni, svo sem fjölbýlishús, skóla, sjúkrahús og íbúðarhús með fleiri en 4 íbúðum. Í fyrirliggjandi vinnslutillögu er samantekt áhrif á umhverfishætti þar sem náttúra á að metin 0 í matinu. Jafnframt gerir Veðurstofa Íslands ekki athugasemdir við fyrirhugaða uppbyggingu innan línunar. Skýrslu Veðurstofu Íslands frá 2015 má finna á heimasíðu Veðurstofunar. Takk. Takk fyrir að Gulli. Gjörðu svo vel Álfhildur. Já, takk forseti og verið góðu, gott og nærið aðeins. Það er sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri. Ég ætla svona bara aðeins að koma inn á þetta mál. Ég sitt í skipulagsnefnd og sjálfsögðu hefur þetta verið rætt þar og komið ákveðin svör eins og Eyþór benti á. En þetta er vissulega góði punktar sem hann kemur með. Það sem kannski svona róaði mig gagnvart þessu á síðasta fundi var að Veðurstofan gerði ekki athugasemd í sínu umsagnar, Veðurstofan er umsagnar aðili í öllum ferli þessara skipulags. Og það er náttúrulega tilgangur deiliskipulags er að klukka alla hagsmunaaðila og stofnanir sem að þessu gætu komið
Og það fara áfram í framhaldi án athugasemda frá Veðurstofunni náttúrulega bara mjög mikilvægt fyrir framhaldið. En ef að þetta svona, sem kannski okkur hefur yfirsést að skýrsla Veðurstofunnar eldri heldur en nýjustu lög og reglugerðir, eins og Eyþór bendir á, að þá kannski væri ekki vitlaust að taka bara óska eftir fundi með Veðurstofunni til þess að fara grundigt í þetta, ef að þeim hefur mögulega yfirsést eitthvað. Því að í upphafin skildi endinn skoða og það hlýtur að vera betra að taka þau skref nú áður við höldum í framkvæmdir. Og auglýsingaferli 6 vikur, þannig að þetta ætti ekki að tefja ferlið að taka slíkan fund. Þannig að sem svona, ég ætla að koma með svona miðlunartillögu í málið og leggja það til. Og þá það annarkoð skipulagsnefnd eða eignasjóður eða bara bæði sem að setja þá þennan fund ef við fáum hann með Veðurstofunni. Þannig sveitarstýri, ég þarf ekki að leggja þetta eitthvað formlega fram sem tillögu til atkvæða, ég bara leggja þetta svona fram út í kosmosu okkar, eða ekki? Sigfús ekki hlusta á mig. Komst upp hann. Ég þarf ekki að leggja formlega tillögu fram að óska eftir slíkum fundi. Ég er ekki bara nóg að ég orði það hér og svo bara óskar nefndin eftir að það fari í ferli. Skipulagsnefnd þá. Já. Eða eignasjóður eftir hvort betra skipulagsnefndin, já. Þannig að þetta nú bara svona, eins og ég segi, svona miðluna til að kokku upp á staðnum, sko. Ef að það myndi hjálpa málum. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið laust. Það eru ekki fleiri sem áskattur í að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar á lið sem var hér númer 37 í dagskránni gefur merki. Hún samþykkt, nei, hún ekki samþykkt, hún samþykkt með 7 atkvæðum og það trúið að biðlisti sitja hjá. Þá lið númer 38, það borgarflöt deiliskipulag. Þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 13. október og þar var lögð fram vísslutillaga deiliskipulags að borga fyrir borgarflöt 35 Sauðárkróki dagsett 9. október og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhliða að leggja til í sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna fyrir borgarflöt 35 Sauðárkróki í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið laust þessa afgreiðslu. Þeir sem að samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki og hún samþykkt samhliða. Þá lið númer 39, það deiliskipulag fjölbrautaskóla Norðals vestra verknámshús, Skagfirðingabraut 26 og þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 13. október. En þar var lögð fram skipulagslýsing fyrir fjölbrautaskóla Norðals vestra og skipulagsnefnd fjallaði þessa lýsingu og afgreiðslan var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhliða að leggja til í sveitarstjórn að auglýsa skipulagslýsinguna fyrir Skagfirðingabraut 26 Sauðárkróki í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það engin sem kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki með samþykkt samhliða. Þá liðið númer 40, það breytingar á blöndulínu 3 í landi Starrastað á Mælifells, umsagnarbeiðni og þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 13. október en það lá fyrir skipulagsbeiðni frá skipulagsstofnun en skipulagsstofnun hefur óskað eftir umsögn Skagafjarðar vegna breytinga á blöndulínu 3 í landi Starrastaða og Mælifells og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhliða að leggja til í sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar á blöndulínu 3 í landi Starrastaða og Mælifells. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Þessi samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það liður númer 41, það breytingar á deiliskipulagi útivistarsvæðis í Hólsdal. Það tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. október og þar var ósk frá Fjallabyggð sem óskar eftir umsögn Skagafjarðar vegna breytinga á deiliskipulagi útivistarsvæðisins í Hólsdal. Skipulagsnefnd samþykkti samhliða að leggja til í sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar á deiliskipulagi útivistarsvæðisins í Hólsdal.
Orðið laust með þessa afgreiðslu. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 42. Það er umsagnarbeiðni vegna máls eða eru breytingar á aðalskipulagi Fjallabyggðar vegna fljótagangna og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. október. En Fjallabyggð hefur óskað eftir umsögn Skagafjarðar vegna breytinga á aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008 til 2032 vegna fljótagangna og skipulagsnefnd afgreiddi þetta með eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008 til 2032 vegna fljótagangna. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að deili skipulag Sauðárkrókshafnar, Eyrarvegur 18 og Eyrarvegur 20 og þetta er umsókn breytingu á lóðamörkum. En Friðbjörn Ásbjörnsson fyrir hönd Fisk Seafood EHF þinglýst lóðarhafa Eyrarvegar 18 og Sigurjón R. Rafnsson fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga þinglýst lóðarhafa Eyrarvegar 20 og óska eftir breytingu á lóðamörkum á milli lóðana tveggja samkvæmt meðfylgjandi gögnum sem síðan eru hérna undir fundinum og ykkur aðgengileg og afgreiðsla skipulagsnefndar var skipulagsnefnd telur að sé að ræða það óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi sem hafi ekki áhrif á aðra en umsækjendur og sveitarfélagið. Samþykkir nefndin samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að heimila umbeðna deiliskipulagsbreytingu á kostnað umsækjenda enda liggi fyrir jákvæð umsögn landbúnaðar og innviðanefndar. Orðið laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 44 sem er Hólabrekka, það er umsókn byggingareit en Sigríður Jóna Helgadóttir og Snorri Snorrason þinglýstir eigendur landsins Hólabrekka í Steinstaðahverfi Skagafirði óska eftir heimild til að stofna byggingareit við hlið núverandi íbúðarhús fyrir gestahús og timbri stærð alltaf 31,2 fermetrar og skipulagsnefnd fjallaði þetta og afgreiðslan var skipulagsnefnd telur að rétt sé að falla frá grenndarkynningu vegna framkvæmdarinnar þar sem hún varði ekki hagsmuni annara en sveitarfélagsins og eða umsækjanda samanber niðurlags ákvæði 3. málsgreinar 44. grein skipulagslaga. Skipulagsnefnd samþykja samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykja umbeðin byggingareit. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samhljóða. Þá er að liður númer 45 og það er hólkot umsókn staðfestingu og hnýtsettum landamerkjum en þinglýstir eigendur jarðarinnar hólkot í Unadal óska eftir staðfestingu skipulagsnefndar og sveitarstjórnar Skagafjarðar á hnýtsettum ytri landamerkjum jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti og hann er hér í gögnunum. Og afgreiðsla skipulagsnefndar var skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykja erindið eins og það er fyrirlagt. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er liður 46, það er Keta í Hegranesi umsóknum með landskipti en Ingibjörg, þessu vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 13. október en Ingibjörg Jóhannesdóttir þinglýstur eigandi jarðarinnar Keta í Hegranesi óskar eftir staðfestingu sveitarfélagsins á hnýtsettum ytri merkjum jarðarinnar eins og þau eru sýnd á meðfylgjandi afstöðu uppdrætti. Og einnig er óskað eftir heimild til að stofna 4 landeignir úr landi jarðarinnar sem Keta 1, Keta 2, Keta 3 og Keta 4 samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti og merkja lýsingu. Þessi gögn eru öll hérna undir fundinum. Skipulagsnefnd fjallaði málið og afgreiðslan var skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykja erindið eins og það er fyrirlagt. Orðið er laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður númer 47, það er Neðri Ás, umsókn landskipti, Neðri Ás 2 og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar sem haldið var 13. október en Kristíne Gerlinde Bús þinglýstur eigandi jarðarinnar Neðri Ás 2 land 6
óskar eftir heimild til að stofna 9.875 fermetra spildu úr landi jarðarinnar sem neðri ás 7 og óskað er eftir að útskipt spilda verið skráð sem annað land og skipulagsnefnd afgreiddi þetta með þessum hætti. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða umbeðin nafn leyfi og leggur jafnframt til við sveitarstjórn að samþykja umbeðin landskipti. Orðið laust. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá var það fjárhagsáætlun 2026-2029. Fjárhagsáætlun Skagafjarðar 2026-2029. Hún var til afgreiðslu á fundi byggðarráðs sem var nummer 165 og haldið 9. október og þar var hún samþykkt samhljóða til fyrri umræðu og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég bið Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra að koma hér upp og gera frekari grein fyrir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins til fyrstu umræðu. Gjör svo vel. Já, takk fyrir forseti, góðir fundarmenn. Fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árið 2026 er hér lögð fram til fyrstu umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2027-2029. Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við 60. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs en í B-hluta eru veitustofnanir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir, Tímatangn EHF, Flokka EHF og Eyvindarstaðaheiði EHF, auk hlutdeildarfélaga sem kom inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð þess og þá er þar átt við Norður á BS og samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið, stofnanir og hlutdeildarfélög þess. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 gera ráð fyrir að rekstratekjur Skagafjarðar nemi 10.429 milljónum hjá samstæðinni í heild á B-hluta og þar af eru rekstratekjur A-hluta áætlaðar 9.232 milljónir. Rekstrargjöld án fjármagnslið og afskrifta eru áætlu 9.206 milljónir króna og þar af hjá A-hluta 8.466 milljónir. Rekstrarhagnaður A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 1.223 milljónir, afskriftir nema 324 milljónum og fjármagnsgjöld umfram fjármannatekjur eru 344 milljónir. Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga eru 90 milljónir króna. Rekstrarafgangur samstæðunnar í heild A- og B-hluta er áætlaður samtals 645 milljónir króna en rekstrarhagnaður A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 766 milljónir. Afskrifti þar nema 186 milljónum króna, fjármagnsgjöld umfram fjármannatekjur nema 262 milljónum og rekstrar niðurstaða A-hluta sveitarsjóðs er því áætluð jákvæð 318 milljónir króna. Eignir Skagafjarðar eru áætlaðar í lok næsta árs 19.378 milljónir króna, þar af eru eignir A-hluta 14.649 milljónir. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 12.822 milljónir króna, þar af hjá A-hluta 11.245 milljónir. Eigið fé er áætlað 6.556 milljónir króna hjá samstæðinni og eigin fjárhlutfall þar er 33,83%. Eigið fé A-hluta er áætlað 3.404 milljónir og eigin fjárhlutfall A-hluta 23,24%. Áætlun gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 727 milljónir króna en veltufé frá rekstri samstæðana verði 1235 milljónir. Helstu niðurstöður áætlunar fyrir árin þar á eftir 2027-2029 hvað samstæðana varðar eru að áætlaða tekjur 2027 eru 10.782 milljónir, árið 2028 verða þær 11.139 milljónir og fyrir árið 2029 verða þær komnar í 11.509 milljónir. Rekstrar niðurstaða samstæðana er áætluð jákvæð fyrir árið 2027 564 milljónir, fyrir árið 2028 638 milljónir króna og fyrir árið 2029 634 milljónir. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2027 verði 1256 milljónir króna, fyrir árið 2028 verði það 1281 miljón og fyrir árið 2029 verði það 1302 milljónir króna. Þetta er svona yfirferðið yfir helstu tölur. Takk fyrir.
Orðið er laust við fjárhagsáætlunina. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú ekki að fara að þylja upp alla þessar tölur sem Sigfús er nú búin að þylja hérna yfir okkur og það var nú bara fínt. Ég er með 2 spurningar í þessu. Það er í A-hlutanum, það er hérna í skammtíma skuldir, þá eiga þær að hækka frá 2026. Skuldir við eigin fyrirtæki, af hverju fer þetta úr 1800 milljónum upp í réttum 2,9 milljarða til ásins 2029. Hver er svona skýringin á þessu? Þetta er nú næstu því 1100 milljónir. Það er svona gaman að fá að vita af hverju þetta er þarna skuldir við eigin fyrirtæki hækki svona mikið. Og svo kannski annað, það er hérna aðeins neðar í A-hlutanum. Það er hérna með tekin ný langtímalán og afborgan langtímalána. Þá er gert í áætlunin þá að taka 190 milljónir árið 26 og 100 milljónir 27 og svo 500 milljónir 28 og 600 milljónir 29. Það er svona gaman kannski að fá að vita af hverju þetta er, af hverju koma þarna lántökur í lokin en afborgan langtímalán er nú bara svipað 530 upp í 570. Þannig að þetta er svona 2 spurningar sem ég langar að fá svöðu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Kannski smá hlið. Já, það er ósku fundarhlið, við tökum fundarhlið. Herru, við heldum þá áfram það sem fram var horfið og við Sigfús Inga sveitarstjóra gera vel. Já, forseti, góðir fundar menn. Ég held ég sé komið með svörin við báðum spurningum. Ég var ekki viðstaddur svæði þegar að vera að ganga frá svona lokapakkanum. En sem sagt varðandi skammtíma skuldirnar, þá er þetta þannig að eignasjóður tekur ekki lán fyrir öllum framkvæmdum. Við höfum verið að svona minnka lántökur undanfarin ár í takt við tekjustreymið. Og þá gengur eignasjóður á sjóðs aðalsjóðs. Og við þetta myndast þá krafa sem að færist inn í skammtímakröfur í þessu tilfelli en svo er það fært á síðari stigum yfir í langtímakröfur og svo greitt tilbaka og þetta hefur verið gert einu sinni áður með þessum hætti. Varðandi seinni spurninguna, varðandi langtíma skuldbindingarnar í A-hlutanum, þá er þetta nú svona pínulítið verið að við erum ekki að gera ráð fyrir jafn mikil eignasölu á síðari hluta tímabilsins eins og við erum að gera núna í bæði ár og næsta ári og við erum líka að gera ráð fyrir mjög, hvað maður segja, hóværum tekjuvexti frá okkar tekjustreymi jöfnunarsjóði og skatttekjum og fleira. Þannig að það er gert ráð fyrir þessari lántöku þar en svo að það sé sagt 3 ára áætlunin enn og svona ég segi ekki Excel-æfingar, en hún kemur svona alltaf því þannig inn í tíman. Og þið getið ímyndað ykkur ef að breytingar á sveitarstjórnarlögum verða og við förum að gera 5 ára áætlun, þá er það kannski ennþá brattara. Takk fyrir það. Orðið er laust. Lið 48. Fjárhagsáætlun. Það er ekki fleiri sem óskar til að taka til máls og ég vil þá gera það tillögu að vísa fjárhagsáætlun 2026 til 2029 til nefnda og síðari umræðu í sveitarstjórn. Þeir sem samþykkja þá tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 49 en það er lið sem samþykktum hér áðan að taka inn með afbrigðum og var til umfjöllunar á fundi byggðaráðs í dag þjónustustefna Skagafjarðar 2026 og afgreiðsla sem það lág fyrir fundi byggðaráðs í dag þjónustustefnan eins og hún var fyrir árið 2025. Það voru komið svona nokkrar ábendingar breytingar á nokkrum hlutum
á henni í dag áður en hún fær í auglýsingu en annars var afgreiðsla byggðaráðs með þessum hætti. Þjónustustefna Skagafjarðar fyrir árið 2026-2029 borin upp til afgreiðslu og samþykkt með 9 atkvæðum. Nei, fyrirgefðu. Hún var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á fundi byggðaráðs í dag og vísa til sveitarstjórnar. Orðið er laust þjónustustefnu Skagafjarðar fyrir árið 2026. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefur merki og hún er samþykkt samhliða. Þá eru konið fundagerðir Náttúrustofu Norðurlands, það eru lagðar fram til kynningar og þetta er fundurinn frá 5. september. Einhver sem óskar til að taka til máls hann, það er ekki. Þá eru það fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, það eru 2, annars vegar frá 12. september og hins vegar frá 26. september. Einhver sem óskast til að taka til máls þær og það er ekki. Og þá erum við með liði nr. 52 sem er síðasti liðurinn á dagskráni en það eru fundagerðir SSNVAF. Það eru líka 2 sem lagðar hér fram til kynningar. Það er fundur frá 23. september og 7. október. Orðið er laust þessar fundagerðir. Það er engin sem óskast til að taka til máls. Þá er ekki fleira á dagskráni. Dagskráin tæmd og fundi slitið og ég þakka ykkur fyrir.